Silungi hefur snarfækkað í Lagarfljóti eftir tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Gruggugt jökulvatn úr Jökulsá á Dal gerir lífsskilyrðin mun erfiðari. Silungastofninn í Lagarfljóti hefur átt undir högg að sækja með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Fljótið gruggugra en áður og lífsskilyrði silungsins erfiðari. Veiðimálastofnun hefur undanfarin ár fylgst með lífríki Lagarfljótsins og þá sérstaklega hvaða áhrif það hefur haft á silungstofninn að Jökulsá á Dal renni í fljótið. Frá byggingu Kárahnjúkavirkjunar hefur ánni verið veitt í fljótið en menn óttuðust að jökulgrugg myndi hafa áhrif á lífríki þar. Þær spár virðast ætla að ganga eftir. Menn hafa tekið eftir því að Lagarfljótið hefur skipt lit. Það hefur líka gerst það að við jökulgruggi þá nær ljós styttra niður í vatnið og yfirleitt er það sem ljós tillífunin og undirstaða lífrænaframleiðslu og þegar það minnkar að þá dregur úr framleiðslu og yfirleitt endar það með því að það dregur líka úr fæðu fyrir fiska. Sem dæmum hversu gruggugt fljótið orðið þá sína mælingar Veiðimálastofnunar að skyggni í fljótinu við Egilsstaði var 60 cm fyrir virkjun en nú komið niður í 17 cm. Eins sýna rannsóknirnar að nú veiðist minna af fiski í fljótinu auk þess sem hann smærri. Fleiri rannsóknir eru í gangi á lífríki Lagarfljótsins, meðal annars verið að skoða magn þörunga og eins verið að athuga hvaða áhrif gruggið hefur á uppgöngu fisks við Lagarfoss. Menn hafa hins vegar minni áhyggjur á Lagarfljótsorminum í hinu brúngruggaða fljóti. Ég hef trú á að hann sé bragðóttur og gæti snúið á umhverfið, þannig að við skulum vona það að hann dafni hér og þroskist og verði hér áfram.